Forsætisráðherraskipti urðu í dag þegar Davíð Oddsson afhenti Halldóri Ásgrímssyni lyklavöldin eftir 13 ára valdasetu. Sigríður Anna Þórðardóttir tók leið við umhverfisráðuneytinu. Sigfríður Leifsdóttir stefnir að ráðherradómi á ný að ári. 5 mönnum tókst að ráðast inn í breska þingið í dag með hrópum og köllum þrátt fyrir fjölda öryggisvarða. Kennarar fá ekki valsheimilið undir verkfallsmiðstöð þar sem KP banki ætlar að nota það undir barnagæslu í verkfallinu. Og íslenska sauðkindin komin á stall sem einn merkilegasti stuttrófu fjárstofn heims. Áhugi útlendinga á íslensku hrútasæði fyrir vaxandi. Gott kvöld. Ríkisstjórn Halldórs Ásgrímssonar tók formlega til starfa á ríkisráðsfundi á Bessastöðum nú síðdegis. Við það tilefni settist nýr ráðherra í ríkisstjórn en annar kvaddi. Eva Bergþóra var á Bessastöðum í dag. Já, þá runninn upp 15. september og Halldór Ásgrímsson orðinn 15. forsætisráðherrann frá stofnun lýðveldisins. Halldór tók formlega við sem forsætisráðherra á ríkisráðsfundi á Bessastöðum nú síðdegis. Áður hafði síðasta ríkisstjórn undir forystu Davíðs Oddssonar að minnstakosti í bili fundað með forseta. Þegar þeim fundi var lokið kvaddi Sif Friðleifsdóttir félaga sína og hélt burt á öðrum bíl en hún kom. Sigríður Anna Þórðardóttir kom hins vegar í hennar stað og tók við embætti umhverfisráðherra. Ertu spennt? Já, ég það og ég horfi mikilli tillökkun til þess að takast á þetta verk, en jafnframt þá finn ég til ábyrgðar minnar. Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson höfðu stólaskipti í dag og það bókstaflega. Davíð situr nú í fyrsta sinn vinstra megin við forseta á ríkisráðsfundum. Halldór Ásgrímsson segir það hljóta að vera hátind á ferli hvers stjórnmálamanns að taka við mikilvægasta embætti þjóðarinnar, forsætisráðherrastól. Davíð Oddsson sem í dag tók einnig við nýju embætti segist hlakka til nýrra starfa og nýrra átaka. Engin byltingaráform séu þó fyrirhuguð ennþá. Eva Bergþóra aftur. Heil kynslóð fermingabarna þekkir ekki annað en að hafa Davíð Oddsson forsætisráðherra í þessu húsi. En nú kominn nýr maður hingað inn, Halldór Ásgrímsson, sem formlega tók við lyklavöldum klukkan 3 í dag. Ég vil kannski ekki endilega vera að heita það að hann veri hérna jafn lengi og ég, en mín vegna má hann það. Og ég vona að gæfa og blessun og fylgi þínum starfi hér og þú er eftir að eiga góða dag og ánægri eins og ég hef allt hérna. Þess óska ég ekki bara þín vegna og ekki bara með ríkisstjórnarinnar okkar, heldur vegna þjóðarinnar því það afar þýðingarmikið að forsætisráðherrann hver sem hann og honum vegni vel. Því þá vegna þjóðinni held ég vel, gjörðu svo vel og fyrir hamingju. Halldór Ásgrímsson óskaði Davíð einnig velfarnaðar í sínum störfum og sagði mikilvægt fyrir ríkisstjórnina og þjóðina að fá að nýta krafta hans áfram. Árangur Davíðs væri einstakur, það hefði oft hvesst og miðað við spá Veðurstofunnar væri aldrei að vita nema það reyndi verulega á hann í starfi strax í nótt. Er þetta langþráður draumur að rætast, Halldór? Nei, þetta hefur nú sjálfur sér ekki verið neitt draumur. Þetta var bara einfaldlega samkomulag sem tókst á milli flokkana og okkar samstarf hefur verið mjög farsælt og ég tel að þetta samkomulag sé til vitnis það góða samstarf sem við höfum átt í gegnum tíðina. En þú ert nú í pólitík og það fátt kannski betra fyrir pólitíkus heldur en að vera forsætisráðherra? Það á eftir að koma í ljós. Er það hámarkið á þínu stjórnmálaferli? Já, ég tel að svo sé. Þetta æðsta embætti á vettvangi ríkisstjórnar og að mínu mati mikilvægasta embætti þjóðarinnar. Halldór var ekki með lykla til að afhenda Davíð en sagði dyrnar að utanríkisráðuneytinu standa honum opnar. Og Davíð skoðaði nýju skrifstofuna í dag en hann mun á morgun heimsækja starfsmenn. Það eru frekari tímamót framundan hjá honum. Á föstudag mun hann sitja sinn fyrsta ríkisstjórnarfund undir forsæti Halldórs og í byrjun október taka í fyrsta sinn þátt í umræðum forsætisráðherra forsætisráðherra blaðlaust. Svolítið skrítinn dagur, er það ekki? Jú, þetta skrítinn dagur en hann er það er svo skrítið, mér finnst það algjörlega gleðidagur samt í mínum huga að fá að ljúka þessu þarna niður frá eftir svo langt starf. Það var einhvern veginn lagst vel í mig. Ég á kannski ekki gera það svo þannig en ég leggst afar vel í mig. Nú ertu búin að vera æðst ráðandi í þínu starfi ekki bara sem forsætisráðherra heldur áður sem borgarstjóri frá 1982. Þannig að hans er langur tími. Ekki svolítið skrítið að setjast svona á hliðarlínuna?
Kona mín hefur nú sagt að ég hefur gott af því ég sé búin á 3. áratugu að tala við allir í boðhætti og ég er bara að fara að hætta því, þannig að ég hefur gott af því. Sigríður Anna Þórðardóttir er fyrsti sjálfstæðismaðurinn til að setjast í stól umhverfisráðherra. Hún ætlar að nota næstu daga til að heimsækja stofnanir ráðuneytisins en er ekki tilbúin til að lýsa afstöðu sinni til áframhaldandi veiðibanns á rjúpu. Sif Friðleifsdóttir stefnir að því að setjast í ríkisstjórn á næsta ári aftur. Jóhann Hlíðar Harðarson. Lyklaskipti umhverfisráðherra fóru fram í ráðuneytinu við Tjörnina að afloknum ríkisráðsfundinum á Bessastöðum. Báðir ráðherrar myntu á rjúpu í vetrarbúningi, hvort sem það var af ráðnum hug eður ei, en það fór vel á með þeim þegar ráðherralyklakippan skipti eigendur. Sigríður Anna þakkaði Sif fyrir velunum störf sem ráðherra, sagðist taka við góðu búi og óskaði henni velfarnaðar í þinginu. Sif óskaði Sigríði Önnu góðs gengis í ráðuneytinu og sagðist vissum að hún myndi standa sig með miklum sóma. Sif segist gjarna myndi vilja hafa haldið áfram sem ráðherra og hún segist stolt af því sem hún skilur eftir sig. Ég vil hér sérstaklega nefna náttúruvernd og þjóðgarða, að okkur tókst að stofna þjóðgarðinn Snæfellsjökul á tímabilinu og núna er stærsti þjóðgarður Evrópu að fæðast. Halldór Ásgrímsson hefur boðað breytingar á ráðherraliði Framsóknar á næsta ári og Sif ætlar inn aftur. Já, ég stefna á það að verða áfram hluta ríkisstjórninni, en það veit enginn sína ævi fyrir öll er. En ég er allavega tilbúin í það og ætla að vinna því. Sigríður Anna Þórðardóttir er fyrsti sjálfstæðismaðurinn sem sest í stól umhverfisráðherra og þrátt fyrir að Sigríður Anna hafi vitað af því 1,5 ár að í dag myndi hún setjast í þennan stól, þá var hún spör á yfirlýsingar viðkvæm málefni ráðuneytisins eins og til að mynda rjúpnaveiðibann og náttúruvernd. Áframhaldandi veiðibann á rjúpu sagði ráðherrann. Ég er ekki reiðubúin til þess á þessari stundu að gefa neinar yfirlýsingar það. Ég mun skoða þessi mál. Og aukið samstarf og samráð við náttúruverndarsinna segir Sigríður Anna. Það verður bara að koma í ljós. Nýi ráðherrann segir að næstu dagar verði annasamir. Hún ætli að heimsækja allar stofnanir sem heyri undir ráðuneytið. Það finnst mér vera mjög gott í upphafi til að fá svona ákveðna heildar yfirsýn og síðan auðvitað sest ég hér yfir málin. Ásgrímsson tók við embætti forsætisráðherra á ríkisráðsfundi í dag og Sigríður Anna Þórðardóttir við embætti umhverfisráðherra. Ráðherrarnir tíndust inn einn af öðrum á síðasta ríkisráðsfund Davíðs Oddssonar í hlutverki forsætisráðherra á þessu kjörtímabili. Fundurinn hófst klukkan 1 í dag á Bessastöðum. Í dag voru venju samkvæmt endurstaðfest mál sem orðið hafa að lögum frá síðasta fundi ríkisráðs og í lok fundar voru lagðar fram tillögur breytingar á skipan ráðherra. Eftir það yfirgaf Sif Friðleifsdóttir fundinn og Sigríður Anna Þórðardóttir tók sæti við ríkisráðsborðið og Halldór Ásgrímsson færði sig set við borðsendann. Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég er búin að hugsa þetta auðvitað í nokkur tíma og ég hefði gjarnan viljað halda áfram en það koma tímar eftir þennan tíma, þannig að ég er bara bjartsýn. Heldurðu að muni taka sæti í ríkisstjórninni? Ég veit það ekki. Það verður gerð uppstokkun ári fyrir næstu kosningar og ég held að ég hafi alveg tækifæri þar eins og aðrir. Og svo hvarf Sif á braut og Sigríður Anna tók við ráðherrabílnum og haldið var í ráðuneytið við Vonarstræti. Ég býði velkomna hingað til starfa. Gjörsvel, hér er Lyklakippan. Takk fyrir. Sigríður Anna segir mörg brýn mál bíða úrlausnar á næstunni. Það eru auðvitað mörg stór verkefni sem að bíða og síðastliðin vetur þá samþykktum við náttúruverndaráætlun í þinginu þannig að það er töluvert mikið verk að fylgja henni eftir og sömuleiðis þjóðgarðamálunum sem eru líka hluti af henni. En hyggst nýr umhverfisráðherra endurskoða rjúpnaveiðibannið? Ekki tekið neina afstöðu til þess, ég mun skoða þau mál. Frá ríkisráðsfundinum á Bessastöðum héldu þeir Davíð og Halldór hingað niður að stjórnarráði. Halldór Ásgrímsson verður 15. forsætisráðherrann í sögu lýðveldisins og sá 25. í röðinni frá heimastjórninni 1904. Og Halldór var sýnilega glaður þegar hann kom í forsætisráðuneytið. Davíð Oddsson bauð hann velkominn og afhenti honum lykla af stjórnarráðinu og Þingvallabænum. En lyklavöldin hefur hann farið með í rúm 13 ár, lengur en nokkur annar. Það er afar þýðingarmikið að forsætisráðherrann hver sem hann er á honum vegni vel, því að þá vegna þjóðinni held ég vel, gjörðu svo vel og til hamingju. Kannilega fyrir Davíð, ég vildi með sama hætti óska þér alls, góðs í framtíðinni. Ég held að það líti alveg ljóst fyrir að það er engin leið út úr þessu. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir að það er engin leið út úr þessu. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir að það er engin leið út úr þessu. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir að það er engin leið út úr þessu. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir að
Ég held að muni enginn verða hérna jafn lengi og þú ert búinn að vera. Og Halldór Ásgrímsson vonast til að Davíð líði vel í utanríkisráðuneytinu en gleymdi þó alveg einu í dag. Ég fekk svona enga lykla hjá þér eða hvað, það er bara opið. Lyklavörðuhaldið er opið. Halldór Ásgrímsson hefur verið ráðherra í 17 ár, utanríkisráðherra í 9 og sjávarútvegsráðherra í 8. Hann varð fyrst ráðherra árið 1983 og þá voru þessar myndir teknar í frystihúsi. Halldór Ásgrímsson er fæddur árið 1947. Hann lauk prófi frá Samvinnuskólanum 1965, varð löggiltur endurskoðandi 1970, þingmaður Austurlandskjördæmis 74 til 78 og 79 til 2003. Sjávarútvegsráðherra 83 til 91, dóms- og kirkjumálaráðherra 88 til 89, varaformaður Framsóknarflokksins 81 til 94, formaður Framsóknarflokksins frá 1994, þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður frá 2003, utanríkisráðherra frá 1995 til 2004 og svo loks forsætisráðherra 15. september 2004. Halldór segist ætla að nota næstu daga til að setja sig inn í mál og ræða við ráðherrana. Hann segist sannfærður að samstarfið í ríkisstjórninni verði áfram gott. Umdeildasta mál þessa árs í stjórnmálunum var fjölmiðlafrumvarpið sem dregið var tilbaka. Verða ný fjölmiðlalög lögð fram núna komandi þingi? Það er ætlun okkar að gera það, en það liggur engin ósköp á í þeim efnum. Halldór segir eitt brýnasta málið á næstunni verða að lækka skatta eins og lofað hefur verið. Miðað er við að hægt verði að lækka tekjuskattinn um 4%. Hvað með stjórnarskrárbreytingar varðandi synjunarvald forseta og annað slíkt, verður það tekið upp fljótlega? Það liggur fyrir að það er vilji allra stjórnmálaflokka að fara í endurskoðun á stjórnarskránni og ég legg áherslu á góða samstöðu það mál eins og alltaf hefur verið áður og það er sem sagt mál sem allir flokkar koma til með að koma að. En vinna við það hefst sem sagt fljótlega þá eða eitthvað? Það er ætlun okkar.